félag sko sem eins og samtökin félag sem setur sko kenninguna ofar fólkinu það ekki mannréttindafélag. Og hver var kenningin? Það pólitískt félag. Hver var þessi kenning þessara kynjafræði kvenna sem að kom inn í þetta? Hvernig var sú hugmyndafræði? Sko þetta eru svona sko femíníska menntakonur sem komu með þetta og þetta hver þýori sem eða það sem þýtt á íslensku hinsegin fræði og þá og það blandað þarna líka hugtökum úr fötlunarfræðum og ýmsu að það að þessi fræði þau ætla að eigna sér homolesbjur og gera málsvari þeirra og ásamt mörgum öðrum hópum sem að þau sögðust vilja sinna og þá jaðarsettum hópum fór að tala fólk á öðrum kynþáttum, fatlað fólk og þess háttar og allir sem að raun og ekki normal samkvæmt þeirra skilgreiningum bara ef þú ert sískynja hvítur kallmaður þá ert ekki inn á þessu sviði en allir hinir eru og taka sér svo umboð og vald og segist geta talað fyrir þennan hóp og ég veit ekki hvaðan þetta umboð kom og þetta vald það hefur engin samtöki 78 eru áhugamannafélag og þetta engin ríkisstofnun og það hefur engin gefið þetta umboð til að fjalla þessi mál út frá þessu sjónarhorni og þetta fór náttúrulega mjög illa í homo og lesbíur hér og sko það sem mér fór verst í mig líka að það var sko kenningin eins og ég sagði áðan að hún tekin fram með fólkið en samt þykist þau vera mannréttindafélag en þetta ekki mannréttindafélag lengur þetta pólitískt félag þegar komna svona sterkar kenningar inn í félagið þá er þetta pólitískt félag og þar með talið sagt, eins og hún nefnir einhvers staðar að það bannað orðið gay það verður ekki lengur hægt að nota það? Já sko það var allt hinsegin og hinsegin þýðir það að ég á að skilgreina mig út frá því sem ég er ekki þannig að ég á að segja ég er ekki straight og það er skilgreiningin og það er eins og ég myndi skilgreina mig sem mann með því að segja ég er ekki dýr og þetta er alveg það sama þetta er sambarlegt með því að setja þetta ég er hinsegin þá ertu náttúrulega bara að segja hvað meinar ég er ekki straight það er skilgreiningin á mér, ég er ekki straight ég vil ekki skilgreina mig út frá því sem ég er ekki ég vil bara skilgreina mig út frá því sem ég er hommi og ég er samkynhneigður og það er svo margt í þessu og síðan sko var að systematískt reynt að útrýma orðinu hommi, lesbía og samkynhneigð það er aldrei notað og ef þau eru 2 hommar drepnir á götu í London þá er sagt 2 hinsegin manneskjur drepnar á götu í London hvaða fólk er þetta hinsegin manneskjur hvers konar manneskja er það og þetta er ákveðin taktík þetta er ákveðin taktík til að eyða það sem þeim fannst veldi hommana í þessari hreyfingu með því að hætta að nefna þá eina fólki sem er nefnt í dag það er trans það er alltaf, þegar að fjalla transmál þá er alltaf nefnt transfólk og það er náttúrulega mjög gott og það er eðlilegt en þegar eru hommar og lesbjur þá er það ekki nefnt, þá er það hinsegin með því að eyða orðunum þá er það að eyða áhrifamætti þeirra og þetta er vandhugsað það er að segja sko hvernig orðanótkunin hvernig henni er beitt að það er að við sjáum það er í öðrum kreðsum alls konar svona þegar það er komið með ný orð yfir eitthvað sem við höfum þekkt í áraraðir eða aldana rás og þá er eitthvað svona hugmyndafræði sem það er að baki það er hugmyndafræði að baki